Stjórnarskiptin á dögunum hafa haft mjög mikil áhrif á íslenska markaði. Við erum að sjá krónuna veikjast, ríkisskuldabréf og fyrirtækjaskuldabréf lækka í verði og hlutabréfamarkaðurinn hefur sérstaklega lækkað. Eðlileg spurning kannski til að spyrja sig í kjölfar þess að Jón Bjarki hvort þetta sé ekki bara fullkomlega eðlilegt. Það svo mikil óvissa, fjárfestar vita ekki nákvæmlega hvernig, eða vita minna framtíðina en þeir vissu fyrir nokkrum dögum síðan. Á ekki verð á mörkuðum bara lækka við svona tíðindi? Ég held að upp á vissu marki þá sé þetta eðlilegt og eitthvað sem við þekkjum auðvitað vel bæði frá íslensku markaði og bara alþjóðlega. Það eiginlega tvennt í þessu. Annars vegar sú stjórn sem að sprakk í síðustu viku búin að vera með tiltölulega svona aðhaldssama markaðsvæna stefnu og það svo sem þekkt bara almennt á mörkuðum að þegar stjórnir sem eru meira til hægri í litrófinu eru myndaðar þá taka markaði því vel þegar þær falla þá verður átt lækkun. Það kannski minna tengt einhverju pólitísk samfæringu og hefur meira að gera bara með að slíkar stjórnir eru líklegri til að vera með hagfellt skattaumhverfi fyrir fyrirtæki og fjárfesta, umfangsminna regluverk, hallar undir alþjóðaviðskipti og slíkt. En þetta semast eitthvað samband sem við þekkjum allavega til skemmri tíma af mörkuðum. Hitt svo óvissan almennt og eins og þú bendir á þá það bara mjög skiljanlegt þegar við stöndum skyndilega frammi fyrir miklu minni vissu ríkisfjármál, skattarætt umhverfi, eiginlega allt umhverfi efnahagslífsins, hvað stjórnun varðar, hvað aðkoma stjórnvalda varðar, að þá leita menn svolítið í skjól eða halda sér höndum og það var það sem gerðist þetta í undanfarna viku. Og alveg eins og gildir þegar að mjög mikil óvissa ríkir umhverfi. Verðbólgan kemur til með að verða eða vaxta sig í landinu að þá vilja fjárfestar fá einhverja ákveðna umbun fyrir þessa óvissu og þess vegna getur þá ávöxtun að krafa almennt á mörkuðum hækkað sem þýðir þá verðlækkun á bréfunum. En eitt af því sem var áhugavert til þess að lesa í leiðara frá viðskiptaritstjóra Fréttablaðsins núna í morgun var þessi hugleiðing áhrifin á erlenda fjárfestingu inn í landið. Við erum að sjá strax hvað að gerast á okkar markaði og varðandi skráð bréf og krónuna og slíkt. En hversu mikla þolinmæði hafa erlendir fjárfestar þegar að mikil óvissa ríkir, mikil pólitísk óvissa ríkir á mörkuðum? Fer þetta ekki að verða, fer þetta ekki að reyna á þolmörk sumra þeirra? Það kemur að því jafnt og þétt. Held að það má horfa á þennan velvilja gagnvart og traust á landinu svona sem stöðugum og vænlegum fjárfestingarkosti sem einhvers konar inneign og það gengur jafnt og þétt á hana. En á meðan þetta staðar, þá eru menn kannski bara nokkuð rólegir, en svo kemur jafnvel nokkuð svona skyndilega að því að mönnum nóg boðið. Og þetta höfum við líka dæmi frá öðrum löndum. Að við endurtekna óvissu og óróa tímabil, að þá kemur að því að menn svona fara haki í það boxið að viðkomandi land sé ekki á vetur setjandi hvað vissu varðar eða traust á stjórnvöldum. Við erum ekki komið þangað ennþá held ég og við höfum gert mjög vel í að treysta ímynd landsins sem góðs fjárfestingarkostar út af við. Það svolítið aðtilagst á eitt og það rétt að vona og ég held að eftir því sem að við verðum svona fljótar að greiða úr þeirri óvissu sem núna, því minni áhrif hefur þetta á erlenda fjárfesta. En hinn venjulegi borgari á Íslandi sem ekki að fylgjast með verðbréfamörkuðum og hverjum degi ekki erlendur fjárfestur eða stýra eignum fyrir erlenda fjárfesta bara með sitt lán og sína tekjur og sína atvinnu. Hvaða áhrif getur svonalagað haft bara beint á hag heimilanna? Nokkur? Þetta ekki bara eitthvað skammtíma sjokk á markaði sem ekki að breyta daglegu líf okkar? Ég held að menn hafi aðeins farið fram úr sér sumir hverjir í að fara að reikna hreyfingarnar á markaði í tugi milljarða sem séu tapaðir og þar fram til götunum. Markaðir eru næmir fyrir svona skammtíma óvissu og fréttaflæði, sérstaklega hlutabréfamarkaður og þessir tugir milljarða sem menn hafa verið að sakna núna undanfarna viku, þeir geta verið komnir aftur í markaðsvirði bréfanna bara ef að vel spilast úr stöðunni sem núna, pólitísku stöðunni, þá getur þetta verið komið aftur bara eftir einhverja mánuði.
og við höfum séð náttúrulega tímabil hér þar sem að markaðir hafa hækkað tugi prósent á ekki löngu tíma og flestir fjárfestar á verðbréfamörkuðum eru þetta langtímafjárfestar og sérlega lífeyrissjóðirnir sem nú okkar svona stærsta óbeina eign flestra í landinu í verðbréfum og það á auðvitað mikið eftir að renna til sjávar áður en það kemur frá kafinu hversu góða þær fjárfestingar hafa reynst og ég held að menn eigi bara að draga andann rólega með það. Beinu áhrifin á aðra þætti eins og vexti, verðbólgu og svona hag heimilanna að öðru leyti, þau þurfa ekki að verða mikil, ekki nema að þetta verði viðvarandi ástand.